Núna ætla ég í senior díóðuna. Þegar við töluðum díóðuna í fyrri upptöku, þá sagðum við að kennilína fyrir hana liti nokkurnu eins og nót. Þessi spenna var cirka 0,7 volt, en þessi spenna þetta er þessi niðurbrotsspenna eða breakdown voltage á ensku. Og venjuleg díóða, hún eyðilegst ef við förum með þessi bakspennumena í þessa átt. Ef við myndum sem sé bakspennana svona, bakspennana svona, setja plúsin hér á kaþóðuna, þá myndum við fara hingað. Ef við færum í þessa niðurbrotsspennu, þá myndi þessi díóða eyðileggjast, fara að leiða straum þarna og eyðileggjast, myndi brenna upp. En það eru framleiddar sérstakar díóður sem eru kallaðar senior díóður sem að þola það að vera hér á þessu svæði. Það þola að vera á þessu svæði og vinna þarna. Þær eru alltaf tengdar bakspenntar. Við skulum teikna upp rás með senior díóðu og kíkja á það. Það er ágætt dæmi á blaðsíðu 37 og ég ætla að teikna þá rás. Það er mótstaða hér. Hann teiknar straumali, annan straumali fyrir díóðuna, senior díóðan hér og tækir eftir táknunum fyrir hana. Svipað og fyrir venjulega díóðu, en það er svona smá krókur þarna á línunni. Álagið álagið kemur svo hér. Síðan er þetta bara spennugjafi. Gæti verið jafnspennugjafi og væri jafnspennugjafi. Hann hefur 12 volt hérna. Og spennan yfir seniordíóðuna U-seta er 8,2 volt í þessu tilfelli. Það er þetta fáðar fyrir mismunandi spennur, en í þessu tilfelli myndum við þá fá 8,2 volt yfir álagið. Munið að það er eiginlega ekkert spennufall yfir straumali, þannig að hann er ekkert inn í myndinni hvað var það spennuna. Álagið aftur á móti, það tekur í þessu tilfelli 40 milliampere. Í álag er sama sem 40 milliampere. Díóðan, hún þolir í þessu tilfelli, það tekur 21 milliampere. Díóðan, hún tekur 21 milliampere og við kíkjum svo á það seinna hvernig það breytist ef við breytum álaginu. En þið sjáuð að spennan yfir þetta viðnám hér, það verður að vera munurinn á 12 voltunum og 8,2 voltunum. Þannig að spennufallið yfir viðnámið R er þá 12 mínus 8,2 volt, eða ég ætla nú að reikna þetta. Þetta er ekki þurfa þess, þetta er hvað 3,8 volt, já. 3,8 volt.
þannig að það eru 3,8 volt hér yfir. Hér eru 3,8 volt yfir. Nú heildarstraumurinn í rásinni þá náttúrulega í gegnum þetta viðnám er þá 40 pluss 21 milliampere eða 61 milliampere. Nú samkvæmt Ohmslögmáli að þá er straumur sama sem U deilt með R eða ekki, þannig að R er þá U deilt með I eða 3,8 volt yfir þetta viðnám deilt með 61 milliamperi og það gefur okkur R upp á 62 ohm. 62 ohm. Nú skulum við athuga hvað gerist ef að við tökum þetta álag út. Athugum hvað gerist þá. Svona. Nú spennan hér yfir hún verður áfram 8,2 volt. Það breytist ekki. Þannig að spennan yfir viðnámið verður áfram 3,8 volt. Viðnámið breytist ekki. Það er áfram 62 ohm. Sem þýðir að heildarstraumurinn eða eini straumurinn í rásinni verður áfram 61 milliampere. 61 milliampere. Þannig að þessi straumur eykst úr 21 í 61 milliampere. Og þannan straum og þessa spennu verður díðan að þola. Sjáið að afl er straumur sinnum spenna eða 0,061 ampere eða ekki sinnum 8,2 volt og það er svo mikið sem 0,5 watt. Aflið fyrir díóðuna er 0,5 watt, þannig að ef við keyptum díóðu fyrir svona rás þá yrði hún að þola 0,5 watt. Þá verður hún að þola 0,5 watt. En þið sjáið að með því að hlýðtengja álag við díóðuna þá fer álagið að taka straum og straumurinn í díóðunum minnkar en straumurinn hér í þessu viðnámi hann breytist ekki. Og þetta viðnám þarna er í raun og veru til að taka upp spennuna eða spennumunin á milli spennugjafans og díóðunar.